Armóla Egill Blóter og það eru góðir gestir komnir í hús núna. Heldur betur. Talandi þetta eru görur sem að kunna klippfarma, veistu hvað það þýr? Já, en að klippfarma. Já. Það er hérna. Já, segðu mig hvað er. Því basically það er það sem það er. Ég vil meina að það sé bara. Það sem ég er að segja er það sem það er. Já, það er bara farma views, eða þú veist. Að búa til áhorf. Algjörlega. Er þetta rétt sem er? Eins og bóndi. Já, eins og bóndi á að farma áhorf. Já. Akkurat, herðu, þeir eru mættir hérna Óskar Breki og Edsi. Sælir. Það er athyglisvert hvernig þetta viðtal átti sér stað. Af því að nú fer ég ekki sund, sko. Hæ? Ég fer ekki sund. Þú fer ekki sund? Mér finnst það ekki næs. Akkur ekki? Ég er bara búið að fara yfir það margótt í þessu þetta. Ég er bara, mér finnst þetta bara. Það er klórið og fólk að pissa. Já, ég verð bara þurr og eitthvað og ég er bara. Þetta er þurr? Já, þetta er bara ekkert fyrir mig, einhvern veginn. En ég fór í Árbæluðina. Giving weird right now, sko. Það er giving bara fuck off. Allavega, ég fór í Árbæluðina og ég var alveg svona, maður var einhvern veginn fullur af samviskubiti þarna því að maður var svo gaman hvað syni mínum fannst gaman að hafa mig með í sundinu og eitthvað og já, mér leið gett ítla. Bara drepast í pottinu. Já, það var ekki alveg máli. En svo bara kom Óskar Breki upp á mér og við fórum í smá spjalla því við hittist í klefanum. Hann í hörkustandi og ég einhvern veginn að klæða mig í nærbuksurnar og eitthvað. Þú eitthvað skraufa þurrmaður með eitthvað þurrkubletti. Já, það er svona eins og það er. En Óskar Breki kom bara að tala um mig og við rættum aðeins bara þessa hluti og þá var að kynnta sig akkurat og þá var það sko þessi kynning að þú, Óskar, ert maðurinn og þið kannski báðir að bak við mymbötuna Begga Ólafs. Já. Er það ekki rétt? Allavega árið 2025 sko. 2025 eru þið bara búin að taka yfir bara Instagram aðgöngin og Begga eða? Já, basically sko. Og Beggi er náttúrulega bara blowing up. Já, hann er bara blowing up. Hann er að farma views núna. Myndbandi sem blowing up þegar hann fer hérna á kaf í pottin. Mér fannst svo fyndið það því að ég hugsaði leið á að fór í kaf, þá hugsaði ég held ég viti hvað efsta kommentið er. Af því að hann hélt fyrir nefið og ég hugsaði bara af hverju Íslendingur að fara í kaf þetta er sundþjóðin mikla sko. Við fæðumst kunnandi að synda ég hef hitt fólk í útlöndum sem bara kann ekki að synda skilur, við erum sundþjóðin mikla þá átt að geta farið í kaf á þess að þurfa að halda fyrir nefið þér sko. Já, og þá er það spurningin sko. Óskar, er þetta eitthvað sem að þú sagðir honum að gera? Það er það góða punktur. Ég vildi að ég geti tekið heiðurum fyrir þetta en hann gerði þetta bara sjálfur sko. Og þetta virkaði. Þetta fekk, 250 miljón áhorf þetta vídeo. 250 miljón áhorf. Já, þetta er bara eitt stærsta vídeo í heiminum árið 2024 sko. Það er svoleiðis. Já. Wow, það er stærsta ekki. Þetta er hérna top 10 ykkur. Í alveg? Ég þarf að segja það sko. Top 10. Wow, ok, það er ruggl. Ok, en þá spyrjum við ykkur strákar sko, því nú er þið báðir bara mjög vinsæli sjálfir á ykkar miðlum, á TikTok og Instagram og þess þar. Þið náttúrulega eru það að hjálpa honum kannski aðeins, en þið hafið svo sem líka bara nýtt þetta til að koma ykkur framfæri. Er þetta bara ykkur uppskrift? Þetta er uppskrift, það er bara nákvæmlega hannig. Við byrjum á sama tíma og fengum báðir 10.000 followers á einu mánuði og svo er ég komin til 15 núna og fengum báðir 25 miljón áhorf sko, á 2 mánuðum, þannig að já, þetta er bara uppskrift og pælinga bak við þetta sko. Viljið eitthvað deila þessari uppskrift? Er það gatekeeper? Hvað þýðir það? Að halda hlutum fyrir sjálfar sig. Já, það er rétt fyrir Geður rétt fyrir það. Sko Þetta er uppskrift og ég er að fara að segja ykkur hana. Ég er ekki að fara að gatekeeper. Ok, nice. Ég skal segja ykkur hvernig þið fáið 25 miljón áhorf. Ok, lækkaðu bara í betonum. Já, nei, og bara enginn heyra, segja okkur bara okkur. Nei, ok, hvað er uppskrift þetta? Við fengum hana samtals 250 miljón áhorf. Ég reiknaði þetta út og það hefði víst sko 1,25%, þannig að 1,25% af heiminum sá vídeo eftir annarkvort mig, hann, Esteban eða Begga á síðustu 3 mánuðum. Og uppskriftin hún er þannig að þú þarft að gera þetta ekstra hratt. Þú horfir á þetta því að fyrst að vera hratt þá var þetta ekki nóg hratt sko. Þú verður að fara ennþá hraðan en það. Meira klipp basically bara. Meira klipp, já. Ef þú ert að tala í vídeónu þá tökum við næstu setninguna á eftir fyrstu, setjum hana undir hina þannig að hún byrjar að tala áður en að hinn er búin. Þannig að þú ert að tala ofan í sjálfa þig. Skilur, bara ég er að gera það. Ó, þetta, ok. Ok, það er sko, einmitt, þegar ég
back in the good old days skilur, Veganvignir days snappir þið bara The Veganvignir days Þá var sko triksið að vera á hreyfingu og labba til þess að athygli heldist að því lögum kurr og statískur þá endi fólk ekki að horfa lengur þannig að það var alltaf búið til nýjan bakgrunn fyrir aftur þig það var triksið Ég segi ykkur eitthvað, ég hati þetta stöf sorry, ég hata Giving ömulur right now Já, þú ert giving ömulur right now Ég er bara að segja, ég hata að sé svona mikið óþólumæði í gangi maður Akkur getum við ekki sest bara að horta á eitthvað í smá stund og bara allan að klára línutnar okkar og setningarnar okkar Akkur þurfum við að drífa okkur svo Þegar lífið er fljótt og lífið er hverfult og lífið er bara hér og nú og við þurfum að komast í gegna það á sem Já, en hei, gefum okkur bara tíma til að njóta, skil Hei, þú ert líka kósi kall Ég er það, absolutt Já, en við hérna í umheiminum ekki svona NPC-ar eins og þú Við erum að hoppa í ísböðin, sko Við erum ekki kósi heima á Íslandi, sko Nákvæmlega Er þetta mikill ísbað sem aður, sko Er það? Ertu kuldakall? Já Ok, ég fylg það Ég get alveg farið í kallt, sko, það er ekki máli Hei, við erum ekki að tala okkur þetta Nei, en máli er sem það að þetta snýst allt athygli, væntanlega og er það bara þannig það er bara samkvæmt öllum rannsóknum og pælingum að við höfum bara athyglispann í bara 5 sekundur Svona 5 sekundur brot frekar, sko Já, ok Og hérna, þetta er bara, ef að fyrsta sekundan er léleg ef að fyrstu sekundu brotinu er léleg ef þú tekur þetta millennial pause bara býður og svo allt í henni hæ, ég heiti Óskar og lalala þá er allir búin að skrolla strax og svo er þetta með að breyta bakgrunn, það er mjög gott breyta bakgrunnum er bara must, er það að tala, allt í henni komin upp á eldfjall allt í henni komin upp í hérna sófan hjá ömmu og svo allt í henni bara búm, eitthvað annað sko Það snýst allt að halda bara athygli allan tíma Þetta er basically bara hversu hratt fáum við skilabóðin inn í augun og skilabóðin snúast að því að við sjáum alltaf hvolfi sko og svo snýsta við í heilanum á okkur og bara lendir einhvers staðar hérna búm inn í hausnum Hvert ertu komin núna? Ég er Hvert ertu komin núna að segja að við sjáum alltaf hvolfi að þú farin í eitthvað svona rugg Því að það eru svona ákveðin það eru svona botnin okkar hann skinnjar allt hérna á hvolfi Þú ert löngu búin að missa allar núna allir það er engin athygli bara ekki neitt Giving dumb, giving dumb núna Sko strákar, ef ég myndi gefa ykkur til þess að núna postaði ég á TikTok, FM TikTokið þarna leist úr lyktinni myndbandinu Allt og langt sem að fekk til þess 87.000 áhorf Og lítið, það er alltaf lítið Já, en þú veist, það er alveg gott íslensk áhorf, eða ekki En þú veist, þarna er ég með þess að með það svona Þú veist, ég er ekki með það í símastærinni skilur á TikTok Ég er með það, skilur, hvað heitir það? Aron? Já, þetta Landscape og hérna þetta er 7 mínútur Þetta er 7 mínútur myndband Er þetta bara no-no í þessum heiminu? Þú getur gert fullscreen Póstar á TikTok og fegst 90 views Já Það var þetta bara good shit Er það ekki? Jú Já, ég meina Þetta er gott Já, en þannig er ég samt alveg að leifa fólki bara að horfa og þú veist, Þetta er annað En það væri satt athyglisvert að leifa Edsa og Óskar að taka þetta myndband og TikTok væða það, skilur mig Já Og sjá hvort það fari lengra Emitt Það væri reyndar ógeðslega góð tilraun Það er góð tilraun, sko Skemmtileg tilraun Númer 1, texta þetta, hafa þetta í, þú veist Ég texta þetta, sko Put us to the test Ég texta þetta og það tók mér svona 2,5 tíma Ok, en þá ætla ég að spyrja ykkur núna svona smá tæknilega spurningur Hvað eru þið að vinna mikið á þetta? Hvað eru þið að klippa mörgum vídeo á dag? Og hversu langt á undan eru þið í ferðinu? Þú veist, þá er ég að tala þið postið í þessari viku en þið tóku það upp fyrir 2 vikum kannski Veistu hvað ég að tala Þannig ég er að segja hversu langt á undan eru þið í ferðinu? Ég er með 0 vídeo núna í bankanum, sko 0 vídeo? Ok, þú þarfst að farma Ég þarf bara beint heim að farma eftir, sko En svo erum við líka með fyrirtækjakúnna og það er kannski aðeins setja meiri fókusin í það, sko að hjálpa fyrirtækjum að markasetja sig á samfélagsmiðlum og við tökum svona erfið subject til þess að gera skemmtileg eins og, þú veist fasteignir og bara svona hluti sem að fólk er ekkert endilega að hlusta á TikTok búum til þannig vídeo að fólk nenni svo að horfa á þau á TikTok Það við gerum leiðilega hluti að skemmtilegum hlutum, sko Ok, þannig erum við búin að staðfesta Við þurfum að setja saman þessi vídeo sem við erum búin að setja sem er ógeðslega löng Gefu ykkur kannski svona Gefu ykkur bara þessi 3 vídeo Ég heldur sem ég búin að gefa 3 vídeo allir með þess að listu leiktinni Byrjum bara einu Já, en ég var að hugsa Er ekki skemmtilegt að gera eitthvað svona best of þar sem þið fáðu bara eitthvað að fikta Var það gaman að? Jú, það getur líka Myndu nenni það, já 100% Borgaðu þeim Já, menna það Sérflug, hvað meinar þau?
Hvernig, og eru þið, þú veist, þið eru í þeim bransa, ekki? Það var að segja, þeir eru að gera þetta fyrir fyrirtæki. Hvað heldur þetta að bara að gera eitthvað exposure fyrir fyrirtæki? Know your worth, maður. Giving dumb og stupid hérna right now, sko. Þú verður að hætta. Þú verður að hætta. Giving cheap. Þú verður að hætta í þessu. Þú veist, ég sé rosalega eftir að fara með hérna lista. Þetta alveg ræðilegt, sko. En okkur, hvað þetta að fylgjast með ykkur? Hvað þetta hérna sjá ykkar content núna? Nei, áðurinn ég segi þetta. Ég verð að spyrja einu viðbót, af því að það það sem mér finnst svo athyglisvert. Beggi, til dæmis, postar oft bara sama vídeónu. Já. Bara oft. Já. Af hverju? Því að það fær bara oft jafn mikið ef ekki meira heldur en fyrsta skipt sem postari. Breyta samt soundinu stundum og breyta svolítið smá, sko. Já, bara eitthvað svona pínu lítil tweaks en samt sama stöffið. Það getur breytt bara mörgum miljónum, sko. Það er rétt. Ég vissi þetta. Magna. En af hverju þú þá ekki gera það? Ég er bara með öðruvísi nýs. Ég er ekki þarna lengur. Ég er ekki að reyna að búa mér til, ég er ekki að reyna að fara, ég er basically að reyna bara að búa til, ef það hugmynd, þá ger ég hana. En ég er ekki að reyna eitthvað svona, þú veist, ég gæti gert þetta og ég veit, þú veist, þessi formúla til dæmis eins og TikTok, því TikTok er einu miðl sem reitskóðar ekki, sem sagt, þennan aspekt að þú getur bara að posta saman meðbóðan aftur og hann refsar ekki fyrir það. Instagram myndi refsa fyrir það? Já, svona þú veist. Samt ekki, sko. Mér er stæðilega akkurat og öfugt, sko. Í mínu persónulega reynslu minni, en það er samt, ég hef heyrt að það sé þannig, sko. Instagram hins vegar þeir, þú veist, ok, ég postaði einu vídeo, Íspass-vídeói og ég var með það, með eitthvað ákveðið lag og ég hugsaði, er þetta nógu gott lag? Ég veit ekki alveg, postaði bara svo gerði ég trial reel sem er svona nýtt dót á Instagram og það á að gefa bara fólki sem er ekki að followa þig vídeóið og ég breyti laginu, tók 1 sekundu af vídeóinu, það var svona 10 sekundur og ég tók verstu sekundur af, bara þú veist, sem var ekki að gerast vídeóið sem ég postaði venjulega fekk 30.000 views vídeóið sem postaði á trial reel með hinu laginu og 1 sekundu mismun 3 milljónir, skiljur sama vídeóið, annar lag 1 sekund á milli 3 milljónir 1 sekund að Ég lendi því núna, jólin þar sem ég er að taka vídeo af Hildi, þar sem hún er að loka hurðin í bílnum Það finnst vídeo og ég hugsaði bara hún var búin að vera að reyna í kannski svona 2 hún var búin að reyna í svona 30 sekundur þá fattaði ég bara, þetta er viral vídeo ég tók síman og ég byrjaði að taka upp og ég bara ekki þetta er að vera væral og hún er ekki að hjálpaði mér halda áfram að reyna þetta er að vera væral og varð super varal, skilur með 6,1 milljón views á Instagram Þú hefur nú farið væral á TikTok líka Já, nokkur sinnum ég er alveg með nokkur á TikTok fekk þetta 1,6 en já, ég er alveg með ég er með 2,1 milljón likes á TikTok en þú veist, mitt stærsta vídeo er 8,5 en það er bara svona en já, maður er ekkert að reyna Þú ert eitthvað lítill og hóvær núna Þú ert giving hóvær Já, giving humble Þú ert giving hóvær, það er ekki Aron Móla sko. Það er bara svo NPC Ég er á my humble era right now Þú ert alltaf í main character NG pælingum sko. Nei Jú Nei Allavega hana, strákar, hvað er þetta að fylgjast með ykkur? Það er þetta að fylgjast með Þetta er ein spurning Ok, hvað er þetta að fylgjast með ykkur? Þið getið kíkt á Óskar Breki á Instagram og TikTok og Estefan Leo á Instagram og Etsy á TikTok og ef þið eru fyrirtæki sem að vantar TikTok þjónustu eða Instagram og Facebook bara alliða samfélagsmiðla þjónustu og við sjáum að posta og taka upp og koma hugmyndir og allan pakkan þá mæli ég mig að kíkja á vinlandmedia.is Einu svona Vinlandmedia.is Vinlandmedia.is Baby Strákar, vel gert, til hamingju með lífið. Þið eru að gera ríkalega góða hluti. Takk fyrir komin og gangi ykkur sem allra best. Takk